Vöðvafrumur eru stundum kallaðar vöðvaþræðir. Bandvefjarhulan sem þekur hvert vöðvahnippi nefnist permissium. Grófu örtrefjarnar eru aðallega búnar til úr mýósín en þær fína úr aktín. Örvun samdráttar í vöðva felst í losun boðefnisins estokólónsins úr sameindunum við útfrimun. Boðspenna örvar frímisnetið til að losa kalkjónir. Fljóttekin orka við vöðvasamdráttar er ATP. Kreatínfosfat er efnasamband sem kemur auka orkuforða á vöðvafrumna. Vag samfelld spenna í vöðva enda þótt hann hreyfist ekki nefnist vöðvatónus. Vöðvi sem vinnur gegn fyrsta hreyfara nefnist á fræðimáli agonisti. Kyrrsetjari nefnist á fræðimáli fixatoris. Triceps brachii er réttur og teygir olnboga. Gluteus maximus teygir á læri. Quadriceps femoris réttur úr hné. Masseter notaður til að tyggja með. Rectus abdominis beygir á bolinn. Deltoideus færir upparm frá. Gastrocnemius beygir Vöðvafrumur eru stundum kallaðar vöðvaþræðir. Bandvefjarhulan sem þekur hvert vöðvaknippi nefnist permissium. Grófu örtrefjarnar eru aðallega búnar til úr mýósín en þær fínu úr aktín. Örvun samdráttar í vöðva felst í losun boðefnisins estokólóns úr símaendanum við útfrimun. Boðspenna örvar frímisnetið til að losa kalkjónir. Fljóttekin orka til vöðvasamdráttar er ATP. Kreatínfosfat er efnasamband sem geymir auka orkuforða vöðvafrumna. Vag samfelld spenna í vöðva enda þótt hann hreyfist ekki nefnist vöðvatónus. Vöðvi sem vinnur gegn fyrsta hreyfara nefnist á fræðimáli agonisti. Kyrrsetjari nefnist á fræðimáli fixatoris. Triceps brachii réttir og teygir olnboga. Gluteus maximus teygir á læri. Quadriceps femoris réttir úr hné. Masseter notaður til að tyggja með. Rectus abdominis beygir á bolinn. Deltoideus færir upparm frá. Gastrocnemius beygir Hvert er hlutverk krossbrúna sem liggja meðfram mýósíninu? Þegar vöðvasamdráttur á sér stað hreyfing í krossbrún sem krækir sér á nýjan bindistað eftir því sem að líður á ferlið fikrar aktínið sig meðfram mýósíninu og vöðvinn styttist. Hvert er hlutverk krossbrúna sem liggja meðfram mýósíninu? Þegar vöðvasamdráttur á sér stað hreyfing í krossbrún sem krækja sér á nýja blindistað eftir því sem líður á ferlið fikrar
Aktíni sig meðfram mýósíninu og vöðvinn styttist. Hvað gerist ef klippt er á hreyfitaug? Viðkomandi verður lamar og getur ekki hreyft sig. Það fer allt eftir hvaða taug er klippt. Hvað gerist þegar klippt er á hreyfitaug? Viðkomandi verður lamar og getur ekki hreyft sig. Það fer allt eftir hvaða taug er klippt. Nefndu dæmi þar sem gagnhreyfarar eru að verki. Til dæmis tvíhöfði og þríhöfði vinna á móti hvort annað. Þegar tvíhöfðin er stuttur er þríhöfðin langur og svo öfugt. Nefndu dæmi þar sem gagnhreyfarar eru að verki. Til dæmis tvíhöfði og þríhöfði vinna á móti hvort annað. Þegar tvíhöfðin er stuttur er þríhöfðin langur og svo öfugt. Teldu upp 4 kvíðavöðva. Hvert er hlutverk þeirra? Pyramidalis. Litli vöðvi sem er í laginu eins og þríhyrningur. Hlutverk hans er að hjálpa og viðhalda þrýsting inn í kviðnum. Númer 1. Pyramidalis. Lítill vöðvi sem er í laginu eins og þríhyrningur. Hlutverk hans er að hjálpa og viðhalda þrýsting inn í kviðanum. Númer 2. Rectus abdominis. Nokkur pör af vöðvum sem liggja framan á kviðnum frá rifjum alveg niður mjaðmargrind. Hlutverk þessara vöðva er að halda líffærin á sínum stað þegar við hreyfum okkur. Númer 2. Rectus abdominis. Nokkur pör af vöðvum sem liggja framan á kviðnum frá rifjum alveg niður í mjaðmargrind. Hlutverk þessara vöðva er að halda líffærin á sínum stað þegar við hreyfum okkur. Númer 3. External obliques. Par af vöðvum sem að liggja sitt hvoru megin við stærstu flötu vöðvarnar og leyfa bolinn að snúast til hliðar. External obliques. Par af vöðvum sem liggja sitt hvoru megin við stærstu flötu vöðvarnar og leyfa bolinn að snúast til hliðar. Númer 4. Transversus abdominis. Liggur neðst við mjaðmarbeinið, hjálpar við að styðja við bolinn og viðhalda þrýsting inn í kviðnum. Hvaða vöðvar teljast til öndunarvöðva? Þindin, innri og ytri millirifjavöðvar. Hvaða vöðvar teljast til öndunarvöðvar? Þindin, innri og ytri millirifjavöðvar. Fjalla 2 vöðva sem hreyfa upp handlegg og 3 sem hreyfa fram handlegg. Vöðvar sem hreyfa upp handlegg, M-deltius, lyftir upp handlegginum til hliðana og fram aftur. M-pectoralis major dregur handlegginn inn að líkamanum og fram á við. Vöðvar sem hreyfa upp handlegg, M-deltioideus, lyftir upp handleggnum til hliðar og fram og aftur. M-pectoralis major dregur handlegginn inn að líkamanum og fram á við. Vöðvar sem hreyfa fram handlegg, M-bicep brachii, beygir á olnbogann og snýr lófanum upp. M-brachialis, aðalvöðvinn í olnbogabeygju, liggur undir tvíhöfðunum. M-tricep brachii réttir úr olnboganum og beinir handleggnum aftur. Vöðvar sem hreyfa fram handlegg, M-biceps brachii, beygir á olnbogann og snýr lófanum upp. M-brachialis, aðalvöðvinn í olnbogabeygju og liggur undir tvíhöfðunum. M-tricep brachii réttir úr olnboganum og beinir handleggnum aftur. Lýstu vöðvasamdrætti frá upphaf til enda. Þegar taugafruma sendir boð til vöðva
losar hún efni sem heitir acetylkólín. Acetylkólín. Þetta efni tengist vöðvafrumni og kveikir á rafboði. Rafboði fer fram í vöðvafrumna og lætur hana losa kalk. Kalkið hjálpar prótínum inn í frumuna að tengjast og toga í hvort annað. Þetta tog notar orku ATP og lætur vöðvan dragast saman. Þegar þetta gerist mörgum sinnum hreyfist vöðvinn. Hvað lýstu vöðvasamdrætti frá upphafi til enda? Þegar taugafruma sendir boð til vöðva losar hún efni sem heitir acetylkólín. Þetta efni tengist vöðvafrumni og kveikir á rafboði. Rafboðið fer inn í vöðvafrumna og lætur hana losa kalk. Kalkið hjálpar prótínum inn í frumni að tengjast og toga í hvort annað. Þetta tog notar orku ATP og lætur vöðvan dragast saman. Þegar þetta gerist mörgum sinnum hreyfist vöðvinn. Hvað er vöðvatónus og hvaða hlutverk gegnir hann í daglegu lífi? Vöðvatónus er stöðugur, léttur vöðvasamdráttur. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við eins og þegar við brennum okkur og kippum handinni frá. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við. Ef vöðvatónus væri ekki til, myndi það taka okkur lengri tíma að hreyfa okkur, sem gæti verið hættulegt. Hann hjálpar okkur að halda okkur lifandi og viðbragðsgóðum. Hvað er vöðvatónus og hvað hlutverk gegnir hann í daglegs lífi? Vöðvatónus er stöðugur, léttur vöðvasamdráttur sem hjálpar okkur að halda líkamsstöðu og vera viðbúin hreyfingu. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við eins og þegar við brennum okkur. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við. Ef vöðvatónus væri ekki til, myndi það taka okkur lengri tíma að hreyfa okkur sem gæti verið hættulegt. Hann hjálpar okkur að halda okkur lifandi og viðbragðsgóðum. Hvernig er orkuferli fyrir vöðvasamdrátt háttað, bæði loftháð og loftfyllt? Vöðvar þurfa orku til að draga saman og þeir fá hana úr ATP. Það eru tvær leiðir til að búa til ATP, með súrefni og án súrefni. Með súrefni loftháð öndun og án súrefnis loftfyllt öndun. Loftháð öndun notar súrefni til að bregðast glúkósa og fitu í miklu orku. Þetta hentar fyrir langvarandi hreyfingu eins og göngu. Loftfyllt öndun notar bara glúkósa og býr til orku hratt, en skilar mjólkursýru sem veldur þreytu. Þetta er notað í stuttar og kraftmiklar hreyfingar eins og spretti. Vöðvar nota fyrst loftháða öndun en skipt í loftfyllt ef meira orku þarf strax. Hvernig er orkuferlinu fyrir vöðvasamdrátt háttað, bæði loftháð og loftfyllt? Vöðvar þurfa orku til að draga saman og þeir fá hana úr ATP. Það eru tveir leiðir til að búa til ATP, með súrefni loftháð öndun og án súrefnis loftfyllt öndun. Loftháð öndun notar súrefni til að breyta glúkósa og fitu í mikla orku. Þetta hentar langvarandi hreyfingu eins og göngu. Loftfyllt öndun notar bara glúkósa og býr til orku hratt, en skilar mjólkursýru sem veldur þreytu. Þetta er notað í stuttar og kraftmiklar hreyfingar eins og spretti. Vöðvar nota fyrst loftháða öndun en skipta í loftfyllt ef meiri orka þarf strax. Hver er munurinn á ísotónískum samdrætti og ísómetrískum samdrætti? Ísotónískum samdrætti er þegar vöðvi dregst saman við samdrátt eða álag og fer síðan aftur
aftur í upprunalega stöðuna sína. Ísótónískum samdrætti er þegar vöðvi dregst saman við samdrátt eða álag og fer síðan aftur í upprunalega stöðuna sína. Ísómetrískum samdrætti er þegar vöðvi gliðnar smá en heldur samt sömu stöðu. Ísómetrískum samdrætti er þegar vöðvi gliðnar smá en heldur samt sömu stöðu. Hver eru 3 hlutverk vöðva? Hreyfing, vöðvar draga saman og hreyfa líkamann eins og þegar við göngum eða lyftum hlutum. Líkamsstaða og jafnvægi þeir halda líkamanum stöðum og réttri líkamsstöðu. Hitaframleiðsla, vöðvar framleiða hita þegar þeir hreyfast. Hreyfing, hverjar eru 3 hlutverk vöðva? Hreyfing, vöðvar draga saman og hreyfa líkamann. Líkamsstaða og jafnvægi þeir halda líkamann stöðum og réttri líkamsstöðu. Hitaframleiðsla, vöðvar framleiða hita þegar þeir hreyfast. Hverjar eru 3 megingerðir vöðva og lýstu þeim? Þverákóttir vöðvar, einnig kallaðir beinagrindavöðvar. Þeir tengjast beinum og sjá hreyfingu líkamans. Við stjórnum þeim sjálf, eins og þegar við göngum eða lyftum hlutum. Slétturvöðvar finnst í líffærum eins og maga, þormum og æðum. Þeir vinna sjálfkrafa og hjálpa til dæmis við meltingu og stjórnun blóðflæðis. Hjartavöðvi er aðeins í hjartanu, hann er líka ósjálfráður og vinnur stöðugt alla ævi til að dæla blóði líkamann. Lýstu bygging vöðva. Byggt úr hundruðum vöðvafrumna eða vöðvaþráða. Vöðvinn er umluktur bandvefjarhulu. Vöðvaþráðunum er raðað í knippi sem að er þakinn vöðvaknippshulu. Útvöxtur úr úthulunni verður að sinum sem að er það fyrirbæri sem að festir vöðva á bein. Lýstu byggingu vöðva. Byggt úr hundruðum vöðvafrumna eða vöðvaþráða. Vöðvinn er umluktur bandvefjarhulu. Vöðvaþráðunum er raðað í knippi sem að er þakinn vöðvaknippshulu. Útvöxtur úr úthulunni verður að sinum sem að er það fyrirbæri sem að flestir vöðva á bein. Hverjar eru 3 megingerðir vöðva og lýstu þeim? Þverákóttir vöðvar, einnig kallaðir beinagrindavöðvar. Þeir tengjast beinum og sjá hreyfingu líkamans. Sléttir vöðvar finnst í líffærum eins og maga, þörmum og æðum. Hjartavöðvi er aðeins í hjartanu. Vöðvafrumur eru stundum kallaðar vöðvaþræðir. Bandvefjarhulan sem þekur hvert vöðvaknippi nefnist permissium. Grófu örtrefjarnar eru aðallega búnar til úr mýósín en þær fína úr aktín. Örvun samdráttar í vöðva felst í losun boðefnisins, estokólónsins, úr sameindunum við útfrimun. Boðspenna örvar frímisnetið til að losa kalkjónir. Fljóttekin orka við vöðvasamdráttar er ATP. Kreatínfosfat er efnasamband sem kemur auka orkuforða á vöðvafrumna. Vag samfelld spenna í vöðva enda þótt hann hreyfist ekki nefnist vöðvatónus. Vöðvi sem vinnur gegn fyrsta hreyfara nefnist á fræðimáli agonisti. Kyrrsetjari nefnist á fræðimáli fixatoris. M. triceps brachii,
er réttur og teygir olnboga. Gluteus maximus teygir á læri. Quadriceps femoris réttur úr hné. Masseter notaður til að tyggja með. Rectus abdominis beygir á bolinn. Deltoideus færir upparm frá. Gastrocnemius beygir Vöðvafrumur eru stundum kallaðar vöðvaþræðir. Bandvefjarhulan sem þekur hvert vöðvaknippi nefnist permisium. Grófu örtrefjarnar eru aðallega búnar til úr mýósín en þær fínu úr aktín. Örvun samdráttar í vöðva felst í losun boðefnisins estuklóns úr símaendanum við útfrimun. Boðspenna örvar frymisnetið til að losa kalkjónir. Fljóttekin orka til vöðvasamdráttar er ATP. Kreatínfosfat er efnasamband sem geymir auka orkuforða vöðvafrumna. Samfelld spenna í vöðva enda þótt hann hreyfist ekki nefnist vöðvatónus. Vöðvi sem vinnur gegn fyrsta hreyfara nefnist á fræðimáli agonisti. Kyrrsetjari nefnist á fræðimáli fixatoris. Triceps barsi réttir og teygir olnboga. Gluteus maximus teygir á læri. Quadriceps femoris réttir úr hné. Masseter notaður til að tyggja með. Rectus abdominis beygir á bolinn. Deltoideus færir upparm frá. Gastrocnemius beygir Hvert er hlutverk krossbrúna sem liggja meðfram mýósíninu? Þegar vöðvasamdráttur á sér stað hreyfing í krossbrún sem krækja sér á nýjan bindistað eftir því sem að líður á ferlið fikrar aktínið sig meðfram mýósíninu og vöðvinn styttist. Hvert er hlutverk krossbrúna sem liggja meðfram mýósíninu? Þegar vöðvasamdráttur á sér stað hreyfing í krossbrún sem krækja sér á nýja bindistað eftir því sem líður á ferlið fikrar aktínið sig meðfram mýósíninu og vöðvinn styttist. Hvað gerist ef klippt er á hreyfitaug? Viðkomandi verður lamar og getur ekki hreyft sig. Það fer allt eftir hvaða taug er klippt. Hvað gerist þegar klippt er á hreyfitaug? Viðkomandi verður lamar og getur ekki hreyft sig. Það fer allt eftir hvaða taug er klippt. Nefndu dæmi þar sem gagnhreyfarar eru að verki, til dæmis tvíhöfði og þríhöfði vinna á móti hvort annað. Þegar tvíhöfðin er stuttur er þríhöfðin langur og svo öfugt. Nefndu dæmi þar sem gagnhreyfarar eru að verki. Til dæmis tvíhöfði og þríhöfði vinna á móti hvort annað. Þegar tvíhöfðin er stuttur er þríhöfðin langur og svo öfugt. Teldu upp 4 kvíðavöðva. Hvert er hlutverk þeirra? Pyramidalis. Litli vöðvi sem er í laginu eins og þríhyrningur. Hlutverk hans er að hjálpa og viðhalda þrýsting inn í kviðnum. Númer 1. Pyramidalis.
Lítill vöðvi sem í laginu eins og þríhyrningur. Hlutverk hans að hjálpa og viðhalda þrýsting inn í kviðanum. Númer 2. Rectus abdominis. Nokkur pör af vöðvum sem liggja framan á kviðnum frá rifjum alveg niður mjaðmargrind. Hlutverk þessara vöðva að halda líffærin á sínum stað þegar við hreyfum okkur. Númer 2. Rectus abdominis. Nokkur pör af vöðvum sem liggja framan á kviðnum frá rifjum alveg niður í mjaðmargrind. Hlutverk þessara vöðva að halda líffærin á sínum stað þegar við hreyfum okkur. Númer 3. External obliques. Par af vöðvum sem að liggja sitt hvoru megin við stærstu flötu vöðvarnar og leyfa bolinn að snúast til hliðar. External obliques. Par af vöðvum sem liggja sitt hvoru megin við stærstu flötu vöðvarnar og leyfa bolinn að snúast til hliðar. Númer 4. Transversus abdominis. Liggur neðst við mjaðmarbeinið, hjálpar við að styðja við bolinn og viðhalda þrýsting inn í kviðnum. Hvaða vöðvar teljast til öndunarvöðva? Þindin, innri og ytri millirifjavöðvar. Hvaða vöðvar teljast til öndunarvöðvar? Þindin, innri og ytri millirifjavöðvar. Fjalla 2 vöðva sem hreyfa upp handlegg og 3 sem hreyfa fram handlegg. Vöðvar sem hreyfa upp handlegg, M-deltius, lyftir upp handlegginum til hliðana og fram aftur. M-pectoralis major dregur handlegginn inn að líkamanum og fram á við. Vöðvar sem hreyfa upp handlegg, M-deltioideus, lyftir upp handleggnum til hliðar og fram og aftur. M-pectoralis major dregur handlegginn inn að líkamanum og fram á við. Vöðvar sem hreyfa fram handlegg, M-bicep brachii, beyra olnbogann og snýr lófanum upp. M-brachialis, aðalvöðvinn í olnbogabeygju, liggur undir tvíhöfðunum. M-tricep brachii réttir úr olnboganum og beinir handleggnum aftur. Vöðvar sem hreyfa fram handlegg, M-biceps brachii, beygir á olnbogann og snýr lófanum upp. M-brachialis, aðalvöðvinn í olnbogabeygju og liggur undir tvíhöfðunum. M-tricep brachii réttir úr olnboganum og beinir handleggnum aftur. Lýstu vöðvasamdrætti frá upphaf til enda. Þegar taugafruma sendir boð til vöðva, losar hún efni sem heitir acetylkólín. Acetylkólín. Þetta efnis tengist vöðvafrumni og kveikir á rafboði. Rafboði fer fram í vöðvafrumna og lætur hana losa kalk. Kalkið hjálpar prótínum inn í frumuna að tengjast og toga í hvort annað. Þetta tog notar orku ATP og lætur vöðvan draga saman. Þegar þetta gerist mörgum sinnum hreyfist vöðvinn. Hvað lýstu vöðvasamdrætti frá upphafi til enda? Þegar taugafruma sendir boð til vöðva, losar hún efni sem heitir acetylkólín. Þetta efni tengist vöðvafrumni og kveikir á rafboði. Rafboðið fer inn í vöðvafrumna og lætur hana losa kalk. Kalkið hjálpar prótínum inn í frumni að tengjast og toga í hvort annað. Þetta tog notar orku ATP og lætur vöðvan dragast saman. Þegar þetta gerist mörgum sinnum hreyfist vöðvinn.
Hvað er vöðvatónus og hvaða hlutverk gegnir hann í daglegu líf? Vöðvatónus er stuður, léttur vöðvasamdráttur. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við eins og þegar við brennum okkur og kippum handinu frá. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við. Ef vöðvatónus væri ekki til, myndi það taka okkur lengri tíma að hreyfa okkur, sem gæti verið hættulegt. Hann hjálpar okkur að halda okkur lifandi og viðbragðsgóðum. Hvað er vöðvatónus og hvað hlutverk gegnir hann í daglegs lífi? Vöðvatónus er stöðugur, léttur vöðvasamdráttur sem hjálpar okkur að halda líkamsstöðu og vera viðbúin hreyfingu. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við eins og þegar við brennum Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við. Ef vöðvatónus væri ekki til, myndi það taka okkur lengri tíma að hreyfa okkur sem gæti verið hættulegt. Hann hjálpar okkur að halda okkur lifandi og viðbragðsgóðum. Hvernig er orkuferli fyrir vöðvasamdrátt háttað, bæði loftháð og loftfyrt? Vöðvar þurfa orku til að draga saman og þeir fá hana úr ATP. Það eru 2 leiðir til að búa til ATP, með súrefni og án súrefni. Með súrefni loftháð öndun og án súrefnis loftfyrt öndun. Loftháð öndun notar súrefni til að bregðast glúkósa og fitu í miklu orku. Þetta hentar fyrir langvarandi hreyfingu eins og göngu. Loftfyrt öndun notar bara glúkósa og býr til orku hratt, en skilar mjólkursýru sem veldur þreytu. Þetta er notað í stuttar og kraftmiklar hreyfingar eins og spretti. Vöðvar nota fyrst loftháða öndun en skipta í loftfyrt ef meira orku þarf strax. Hvernig er orkuferlinu fyrir vöðvasamdrátt háttað, bæði loftháð og loftfyrt? Vöðvar þurfa orku til að draga saman og þeir fá hana úr ATP. Það eru 2 leiðir til að búa til ATP, með súrefni loftháð öndun og án súrefnis loftfyrt öndun. Loftháð öndun notar súrefni til að breyta glúkósa og fitu í mikla orku. Þetta hentar langvarandi hreyfingu eins og göngu. Loftfyrt öndun notar bara glúkósa og býr til orku hratt, en skilar mjólkursýru sem veldur þreytu. Þetta er notað í stuttar og kraftmiklar hreyfingar eins og spretti. Vöðvar nota fyrst loftháða öndun en skipta í loftfyrt ef meiri orka þarf strax. Hver er munurinn á ísotónískum samdrætti og ísómetrískum samdrætti? Ísotónískum samdrætti er þegar vöðvi dregst saman við samdrátt eða álag og fer síðan aftur í upprunalega stöðuna sína. Ísótónískum samdrætti er þegar vöðvi dregst saman við samdrátt eða álag og fer síðan aftur í upprunalega stöðuna sína. Ísómetrískum samdrætti er þegar vöðvi gliðnar smá en heldur samt sömu stöðu. Ísómetrískum samdrætti er þegar vöðvi gliðnar smá en heldur samt sömu stöðu. Hver eru 3 hlutverk vöðva? Hreyfing. Vöðvar draga saman og hreyfa líkamann eins og þegar við göngum eða lyftum hlutum. Líkamsstaða og jafnvægi þeir halda líkamanum stöðum og réttri líkamsstöðu. Hitaframleiðsla. Vöðvar framleiða hita þegar þeir hreyfast. Hreyfing. Hverjar eru 3 hlutverk vöðva? Hreyfing. Vöðvar draga saman og hreyfa líkamann. Líkamsstaða og jafnvægi þeir halda líkamann stöðum og réttri líkamsstöðu. Hitaframleiðsla. Vöðvar framleiða hita þegar þeir hreyfast. Hverjar eru 3 megingerðir vöðva og lýstu þeim? Þverákóttir vöðvar, einnig kallaðir beinagrindavöðvar,
Þeir tengjast beinum og sjá hreyfingu líkamans. Við stjórnum þeim sjálf, eins og þegar við göngum eða lyftum hlutum. Slétturvöðvar finnast í líffærum eins og maga, þormum og æðum. Þeir vinna sjálfkrafa og hjálpa til dæmis við meltingu og stjórnun blóðflæðis. Hjartavöðvi er aðeins í hjartanu, hann er líka ósjálfráður og vinnur stöðugt alla ævi til að dæla blóði líkamann. Lýstu bygging vöðva. Byggt úr hundruðum vöðvafrumna eða vöðvaþráða. Vöðvinn er umluktur bandvefjarhulu. Vöðvaþráðunum er raðað í knippi sem er þakinn vöðvaknippshulu. Útvöxtur úr úthulunni verður að sinum sem er það fyrirbæri sem festir vöðva á bein. Lýstu byggingu vöðva. Byggt úr hundruðum vöðvafrumna eða vöðvaþráða. Vöðvinn er umluktur bandvefjarhulu. Vöðvaþráðunum er raðað í knippi sem er þakinn vöðvaknippshulu. Útvöxtur úr úthulunni verður að sinum sem er það fyrirbæri sem flestir vöðva á bein. Hverjar eru 3 megingerðir vöðva og lýstu þeim? Þverákóttur vöðvar, einnig kallaðir beinagrindavöðvar. Þeir tengjast beinum og sjá hreyfingu líkamans. Sléttir vöðvar finnast í líffærum eins og maga, þörmum og æðum. Hjartavöðvi er aðeins í hjartanu. Vöðvafrumur eru stundum kallaðar vöðvaþræðir. Bandvefjarhulan sem þekur hvert vöðvaknippi nefnist permissium. Grófu örtrefjarnar eru aðallega búnar til úr mýósín en þær fína úr aktín. Örvun samdráttar í vöðva felst í losun boðefnisins, estrókólónsins, úr sameindunum við útfrimun. Boðspenna örvar frímisnetið til að losa kalkjónir. Fljóttekin orka við vöðvasamdráttar er ATP. Kreatínfosfat er efnasamband sem kemur auka orkuforða á vöðvafrumna. Vag samfelld spenna í vöðva enda þótt hann hreyfist ekki nefnist vöðvatónus. Vöðvi sem vinnur gegn fyrsta hreyfara nefnist á fræðimáli agonisti. Kyrrsetjari nefnist á fræðimáli fixatoris. Triceps brachii er réttur og teygir olnboga. Gluteus maximus teygir á læri. Quadriceps femoris réttur úr hné. Masseter notar til að tyggja með. Rectus abdominis beygir á bolinn. Deltoideus færir upparm frá. Gastrocnemius beygir Vöðvafrumur eru stundum kallaðar vöðvaþræðir. Bandvefjarhulan sem þekur hvert vöðvaknippi nefnist permissium. Grófu örtrefjarnar eru aðallega búnar til úr mýósín en þær fínu úr aktín. Örvun samdráttar í vöðva felst í losun boðefnisins estrókólóns úr símaendanum við útfrimun. Boðspenna örvar frímisnetið til að losa kalkjónir. Fljóttekin orka til vöðvasamdráttar er ATP.
Kreatínfosfat er efnasamband sem geymir auka orkuforða vöðvafrumna. Vagsamfelld spenna í vöðva enda þótt hann hreyfist ekki nefnist vöðvatónus. Vöðvi sem vinnur gegn fyrsta hreyfara nefnist á fræðimáli agonisti. Kyrrsetjari nefnist á fræðimáli fixatoris. Triceps barsi réttir og teygir olnboga. Gluteus maximus teygir á læri. Quadriceps femoris réttir úr hné. Masseter notaður til að tyggja með. Rectus abdominis beygir á bolinn. Deltoideus færir upparm frá. Gastrocnemius beygir il. Hvert er hlutverk krossbrúna sem liggja meðfram mýósíninu? Þegar vöðvasamdráttur á sér stað hreyfing í krossbrún sem krækja sér á nýjan bindistað eftir því sem að líður á ferlið fikrar aktínið sig meðfram mýósíninu og vöðvinn styttist. Hvert er hlutverk krossbrúna sem liggja meðfram mýósíninu? Þegar vöðvasamdráttur á sér stað hreyfing í krossbrún sem krækja sér á nýja bindistað eftir því sem líður á ferlið fikrar aktínið sig meðfram mýósíninu og vöðvinn styttist. Hvað gerist ef klippt er á hreyfitaug? Viðkomandi verður lamar og getur ekki hreyft sig. Það fer allt eftir hvaða taug er klippt. Hvað gerist þegar klippt er á hreyfitaug? Viðkomandi verður lamar og getur ekki hreyft sig. Það fer allt eftir hvaða taug er klippt. Nefndu dæmi þar sem gagnhreyfarar eru að verki, til dæmis tvíhöfði og þríhöfði vinna á móti hvort annað. Þegar tvíhöfðin er stuttur er þríhöfðin langur og svo öfugt. Nefndu dæmi þar sem gagnhreyfarar eru að verki. Til dæmis tvíhöfði og þríhöfði vinna á móti hvort annað. Þegar tvíhöfðin er stuttur er þríhöfðin langur og svo öfugt. Teldu upp 4 kvíðavöðva. Hvert er hlutverk þeirra? Pyramidalis. Litli vöðvi sem er í laginu eins og þríhyrningur. Hlutverk hans er að hjálpa og viðhalda þrýsting inn í kviðnum. Númer 1. Pyramidalis. Lítill vöðvi sem er í laginu eins og þríhyrningur. Hlutverk hans er að hjálpa og viðhalda þrýsting inn í kviðanum. Númer 2. Rectus abdominis. Nokkur pör af vöðvum sem liggja framan á kviðnum frá rifjum alveg niðri mjaðmargrind. Hlutverk þessara vöðva er að halda líffærin á sínum stað þegar við hreyfum okkur. Númer 2. Rectus abdominis. Nokkur pör af vöðvum sem liggja framan á kviðnum frá rifjum alveg niðri mjaðmargrind. Hlutverk þessara vöðva er að halda líffærin á sínum stað þegar við hreyfum okkur. Númer 3. External obliques. Par af vöðvum sem að liggja sitt hvoru megin við stærstu flötu vöðvarnar og leyfa bolinn að snúast til hliðar. External obliques. Par af vöðvum sem liggja sitt hvoru megin við stærstu flötu vöðvarnar og leyfa bolinn að snúast til hliðar. Númer 4. Transversus abdominis. Liggur neðst við mjaðmarbeinið, hjálpar við að styðja við bolinn og viðhalda þrýsting inn í kviðnum.
Hvaða vöðvar teljast til öndunarvöðva? Þindin, innri og ytri millirifjavöðvar. Hvaða vöðvar teljast til öndunarvöðvar? Þindin, innri og ytri millirifjavöðvar. Fjalla tvo vöðva sem hreyfa upp handlegg og 3 sem hreyfa fram handlegg. Vöðvar sem hreyfa upp handlegg, M-deltius, lyftir upp handlegginum til hliðana og fram aftur. M-pectoralis major dregur handlegginn inn að líkamanum og fram á við. Vöðvar sem hreyfa upp handlegg, M-deltioideus, lyftir upp handleggnum til hliðar og fram og aftur. M-pectoralis major dregur handlegginn inn að líkamanum og fram á við. Vöðvar sem hreyfa fram handlegg, M-bicep brachii, beygir á olnbogann og snýr lófanum upp. M-brachialis, aðalvöðvinn í olnbogabeygju, liggur undir tvíhöfðunum. M-tricep brachii réttir úr olnboganum og beinir handleggnum aftur. Vöðvar sem hreyfa fram handlegg, M-biceps brachii, beygir á olnbogann og snýr lófanum upp. M-brachialis, aðalvöðvinn í olnbogabeygju og liggur undir tvíhöfðunum. M-tricep brachii réttir úr olnboganum og beinir handleggnum aftur. Lýstu vöðvasamdrætti frá upphaf til enda. Þegar taugafruma sendir boð til vöðva, losar hún efni sem heitir acetylkólín. Acetylkólín. Þetta efnis tengist vöðvafrumni og kveikir á rafboði. Rafboði fer fram í vöðvafrumna og lætur hana losa kalk. Kalkið hjálpar prótínum inn í frumuna að tengjast og toga í hvort annað. Þetta tog notar orku ATP og lætur vöðvan draga saman. Þegar þetta gerist mörgum sinnum hreyfist vöðvinn. Hvað lýstu vöðvasamdrætti frá upphafi til enda? Þegar taugafruma sendir boð til vöðva, losar hún efni sem heitir acetylkólín. Þetta efni tengist vöðvafrumni og kveikir á rafboði. Rafboðið fer inn í vöðvafrumna og lætur hana losa kalk. Kalkið hjálpar prótínum inn í frumni að tengjast og toga í hvort annað. Þetta tog notar orku ATP og lætur vöðvan dragast saman. Þegar þetta gerist mörgum sinnum hreyfist vöðvinn. Hvað er vöðvatónus og hvaða hlutverk gegnir hann í daglegu lífi? Vöðvatónus er stuður, léttur vöðvasamdráttur. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við eins og þegar við brennum okkur og kippum handinni frá. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við. Ef vöðvatónus væri ekki til, myndi það taka okkur lengri tíma að hreyfa okkur, sem gæti verið hættulegt. Hann hjálpar okkur að halda okkur lifandi og viðbragðsgóðum. Hvað er vöðvatónus og hvað hlutverk gegnir hann í daglegs lífi? Vöðvatónus er stöðugur, léttur vöðvasamdráttur sem hjálpar okkur að halda líkamsstöðu og vera viðbúin hreyfingu. Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við eins og þegar við brennum Hann gerir okkur tilbúin til að bregðast hratt við. Ef vöðvatónus væri ekki til, myndi það taka okkur lengri tíma að hreyfa okkur, sem gæti verið hættulegt. Hann hjálpar okkur að halda okkur lifandi og viðbragðsgóðum. Hvernig er orkuferli fyrir vöðvasamdrátt háttað, bæði loftháð og loftfirrt?
Vöðvar þurfa orku til að draga saman og þeir fá hana úr ATP. Það eru tvær leiðir til að búa til ATP, með súrefni og án súrefni. Með súrefni loftháð öndun og án súrefnis loftfirrt öndun. Loftháð öndun notar súrefni til að bregðast glúkósa og fitu í miklu orku. Þetta hentar fyrir langvarandi hreyfingu eins og göngu. Loftfirrt öndun notar bara glúkósa og býr til orku hratt, en skilar mjólkursýru sem veldur þreytu. Þetta er notað í stuttar og kraftmiklar hreyfingar eins og spretti. Vöðvar nota fyrst loftháða öndun en skipta í loftfirrt ef meira orku þarf strax. Hvernig er orkuferlinu fyrir vöðvasamdrátt háttað? Bæði loftháð og loftfirrt. Vöðvar þurfa orku til að draga saman og þeir fá hana úr ATP. Það eru tveir leiðir til að búa til ATP, með súrefni, loftháð öndun og án súrefnis, loftfirrt öndun. Loftháð öndun notar súrefni til að breyta glúkósa og fitu í mikla orku. Þetta hentar langvarandi hreyfingu eins og göngu. Loftfirrt öndun notar bara glúkósa og býr til orku hratt, en skilar mjólkursýru sem veldur þreytu. Þetta er notað í stuttar og kraftmiklar hreyfingar eins og spretti. Vöðvar nota fyrst loftháða öndun en skipta í loftfirrt ef meiri orka þarf strax. Hver er munurinn á ísotónískum samdrætti og ísómetrískum samdrætti? Ísotónískum samdrætti er þegar vöðvi dregst saman við samdrátt eða álag og fer síðan aftur í upprunalega stöðuna sína. Ísótónískum samdrætti er þegar vöðvi dregst saman við samdrátt eða álag og fer síðan aftur í upprunalega stöðuna sína. Ísómetrískum samdrætti er þegar vöðvi gliðnar smá en heldur samt sömu stöðu. Ísómetrískum samdrætti er þegar vöðvi gliðnar smá en heldur samt sömu stöðu. Hver eru 3 hlutverk vöðva? Hreyfing. Vöðvar draga saman og hreyfa líkamann eins og þegar við göngum eða lyftum hlutum. Líkamsstaða og jafnvægi þeir halda líkamanum stöðugum og réttri líkamsstöðu. Hitaframleiðsla. Vöðvar framleiða hita þegar þeir hreyfast. Hreyfing. Hverjar eru 3 hlutverk vöðva? Hreyfing. Vöðvar draga saman og hreyfa líkamann. Líkamsstaða og jafnvægi þeir halda líkamann stöðugum og réttri líkamsstöðu. Hitaframleiðsla. Vöðvar framleiða hita þegar þeir hreyfast. Hverjar eru 3 megingerðir vöðva og lýstu þeim? Þverákóttir vöðvar, einnig kallaðir beinagrindavöðvar. Þeir tengjast beinum og sjá hreyfingu líkamans. Við stjórnum þeim sjálf, eins og þegar við göngum eða lyftum hlutum. Slétturvöðvar finnst í líffærum eins og maga, þormum og æðum. Þeir vinna sjálfkrafa og hjálpa til dæmis við meltingu og stjórnun blóðflæðis. Hjartavöðvi er aðeins í hjartanu, hann er líka ósjálfráður og vinnur stöðugt alla ævi til að dæla blóði líkamann. Lýstu bygging vöðva. Byggt úr hundruðum vöðvafrumna eða vöðvaþráða. Vöðvinn er umluktur bandvefjarhulu. Vöðvaþráðunum er raðað í knippi sem er þakinn vöðvaknipshulu. Útvöxtur úr úthulunni verður að sinum sem er það fyrirbæri sem að festir vöðva á bein. Lýstu byggingu vöðva. Byggt úr hundruðum vöðvafrumna eða vöðvaþráða. Vöðvinn er umluktur bandvefjarhulu. Vöðvaþráðunum er raðað í knippi sem er þakinn vöðvaknipshulu.
Útvöxtur úr úthulunni verður að sínum sem að er það fyrirbæri sem að flestir vöðva á bein. Hverjar eru þrjár megingerðir vöðva og lýstu þeim? Þverákóttir vöðvar, einnig kallaðir beinagrindavöðvar. Þeir tengjast beinum og sjá um hreyfingu líkamans. Sléttir vöðvar finnast í líffærum eins og maga, þörmum og æðum. Hjartavöðvi er aðeins í hjartanu.